Kæru vinir, það mér sannur heiður og ánægja að kynna til leiks Auði Eir Vilhjálmsdóttur, fyrstu konuna sem hlaut prestsvígslu í þjóðkirkjunni og stofnanda kvennakirkjunnar, hvorki meira né minna. Ekki óhætt að segja að það verði ekki lengra komist í feminismanum en að kvenkenna Guð. Auður fyrirmynd okkar í svo mörgu í lífinu, vel að sér í Íslandssögunni, þekkir lýðveldissöguna af eigin raun og hefur alltaf verið óhrædd við að ganga fram fyrir skjöldu. Góðir gestir, má ég biðja ykkur að klappa vel fyrir Auði Eir Vilhjálmsdóttur. Já, elskulega fólk, takk innilega fyrir, mikið gaman að vera hérna. Ég ætla að segja ykkur eina smásögu. Einu sinni, einn daginn þegar ég var 7 ára, þá kom mamma til mín og sagði, við ætlum að fara á hátíðina á Þingvöllum. Þér ekki sama að þú verður heima? Og ég sagði, nei, ég vil vera á Þingvöllum. Svo mamma fór símann og pantaði bara stærri drossíu. Drossíu voru sko leigubílar. Það var þess vegna sem ég var á Þingvöllum þegar lýðveldið var stofnað. Ég átti heima á Grundastígnum. Það var óskaplega gaman að búa á Grundastígnum og það var fullt af fólki sem gekk þar alltaf hádegið. Það fór neðan úr bæ klukkan 12 og borðaði hádegismat og svo fór það aftur niður í bæ klukkan 1 í vinnuna. Og einn af þeim sem gekk þarna var Tómas Guðmundsson, skáld. Og við vorum svo mörg sem bjuggum í næstu húsum við skáld og við listmálara og við fólk sem hafði trésmíðaverkstæði eða prentsmiðjur eða talaði á Alþingi eða saumaði kjóla. Sumt af þessu fólki, það bjó í svo fallegum húsum, bæði timburhúsunum hérna upp í Þingholtinu og Grjótaþorpinu og í steinhúsunum. Það sumt bjó í kellurum, þar sem engin manneskja átti að búa. Og sumt fólk var atvinnulaust. En það var alltaf barist fyrir betri kjörum. Og svo voru búðir á öllum götuhornum. Og það voru marga búðir af sömu sort í sömu götunum. Það var alltaf hægt að koma þangað. Og það var þess vegna sem það var svo fátt fólk þá sem þurfti að taka geðlyf. Og bara eiginlega engir sem þurfti svefnpillur. Og þess vegna ég að berjast fyrir því núna að búðirnar komi aftur í göturnar. Það var sagt við mig daginn að ég og við sem vorum upp á okkar allra besta á lýðveldishátíðinni, við ættum ekkert að vera að kjósa á laugardaginn. Það var ekki af því við hefðum ekki vitað þessu, heldur bara vegna þess að við eigum ekkert að vera að ákveða framtíðina fyrir börnin okkar. Þetta var sagt við mig. En ég segi þér það, elskan mín, bara dagsatt. Og ég bara meina það. Að það heitasta ósk mín að börnin okkar allra og börnin þeirra og svo börnin þeirra og börnin þeirra og börnin þeirra fái að eiga sömu góðu dagana og við lýðveldisbörnin áttum. Þessi dagar voru auðvitað dagar mikillar baráttu, alveg eins og okkar dagar núna. En það voru dagar mikillar sigra, eins og okkar dagar verða líka, sérstaklega eftir laugardaginn. Sko að ég farið að segja þér svona alveg það sem mér finnst,
þá finnst mér eiginlega að við séum alltaf að syngja sama söngin. Við erum alltaf að syngja það að það allt í skralli. Það eru spítalarnir og það eru skólarnir og það eru húsnæðið og vextirnir og krónan. Og það er sagt að sumt fólk sé allt og ríkt og ráði öllu og sé svo frekt og sé alltaf að svindla. Og svo sé sumt fólk og fátækt, geti ekki hugsað og ráði engu og það verði bara að láta teima sig og skröggvi sig. Þetta er bara hræðilegu söngur. Og ég verði að viðurkenna það að því nú farin að segja þér þetta allt. Að ég syngi þessum hræðilega, asnalega og bráðleiðilega kór. En ég vil syngja í kórnum. Ég vil syngja með öllu fólku landsins. En við bara að við syngjum annað lag. Og ég veit að eins vel og þú að það er voða flókið. Það er svo flókið vegna þess að það berast margar laglínur utan úr heimi. Þessum heimi sem að við vitum að er ennþá flikkar heldur en okkar heimur. En það er ekki bara vegna þess. Og það er mest og langmest vegna þess. Og nú segi ég eins og konan í Ameríku með dökku röddina, íslenska konan. Hún sagði, listen darling, hlustaðu nú. Ég ætla að segja þér hvað er hættulegast. Það er hættulegast og langhættulegast hvað við tölum illa hvert annað. Ég hugsa guðfræði á daginn og dreymir hana á nóttinni. Og ég var að lesa það í kristinni guðfræði eftir seinna stríðið að það var sagt að ef að þýska kirkjan og þýska þjóðin hefði verið búin að sjá það og skilja það og lifa það á árunum fyrir 1930 þegar Hitler byrjaði að tala, að þá hefði helförin aldrei orðið. Þetta sögðu þýsku guðfræðingarnir og við skulum hugsa það. Og þegar við erum búin að hugsa það, þá skulum við hugsa það aftur. Við þurfum að sjá það núna að við megum bara ekki tala svona illa hvert annað. Við skulum bara hætta því. Og mér finnst það skynsamlegast og best að við gerum núna það sama og við gerðum á lýðveldishátíðinni. Þá nefnilega treystum við sjálfum okkur. Danir réð ekki lengur yfir okkur en okkur þótti afskaplega vænt þau. Og við vorum handviss það, gætum þetta allt sjálf. Við vorum orðið sjálfstæð og við vissum að það var fullt af fólki hérna sem hefði þekkingu og krafta og víðsýni og líka heiðarleika og kærleika til að gera það sem þurfti að gera. Og það er alveg eins núna. Og það er hvort sem að þau voru rík eða fátæk eða bjuggu í einbýlishúsum eða kjöllurum sem höfðu svona mikið vita þessu öllu, þá vissum við að þau höfðu þetta vit. Og þetta var fólk sem við sáum ganga á götunum. Við vissum hvað þau hétu og þau bjuggu hjá okkur en ekki einhvers staðar langt í burtu. Og við studdum þau og við treystum þeim og það var af því að við treystum sjálfum okkur. Og núna skulum við gera þetta. Við skulum treysta sjálfum okkur og við skulum treysta hvert öðru og við skulum vera eins og við erum, flottar og sjálfstæðar manneskjur. Og við skulum gleðjast yfir götunum og búðunum og trjánum í görðunum og við skulum syngja gleðina yfir því að vera sjálfstæðar og yndislega manneskjur. Eitt og öll saman. Og svo segjum við nei á laugardaginn.
Takk.